Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Ég ræk augun í framtak daginn sem ég held að kalla segðu þína sögu, hvernig maður vekur til dæmis tilfinningu hjá öðrum með frásögn og ég var að hugsa storytelling eða það að segja sögu sem stílbragð til þess að miðla merkingu og hafa áhrif og ég var spenntur að fá að vita meira og hún komin til mín hingað fjölllista konan Unnur Elísabet Gunnarsdóttir, vertu velkomin. Takk, innilega. Virkilega gaman að fá þig. Já. Þess að ræða þetta fyrirbæri, segðu þína sögu. Þetta þín hugmynd eða? Heyrðu, þetta kemur frá Steinari Júl, samstarfsmanni mínum. Já. Hann hefur samband við mig og með þessa hugmynd, að því að hann vissi að ég hefði mikinn áhuga á frásagnarlist og það að miðla sögum, bara í gegnum listformið og hef mikið staðið á sviði og mitt miðla sögum og búið til leikrit og ýmislegt. Og sungið sögur. Og sungið sögur og búið til söngleiki og allt út frá sögum, sönnum sögum. Og þannig að hann hefur samband við mig bara síðasta sumar og spyr hvort að ég væri til í að stjórna þessu námskeið með honum og þetta er sérst námskeið í frásagnarlist. Já. Og mér finnst þetta svo frábær hugmynd, þá var hann búin að vera að skoða þetta rosalega mikið, sjálfur búin að fara fullt á námskeiðum og búin að vera að skoða moth storytelling sem orðið rosa stórt, bæði í Breitlandi og Bandaríkjunum og þar fyllast heilu hallirnar af svona viðburðum þar sem að fólk kemur og hlustar á aðra, fara með sögur. Það kannski ekki allir sem vita hvað átt við með moth? Nei, þetta er einmitt bara þetta þetta er einmitt á Spotify, það er þetta skrifa bara moth og þar moth storytelling og þar getur hlustað bara á ógrynni sagna frá fólki og þetta er allt fólk sem er búið að fara á námskeið og er sem sagt búið að fá leikstjórn í gegnum þessar sönnu sögur sem við flytja og það er með þess að keppt í þessu. Já. En við viljum ekki fara þangað, alls ekki því að við viljum ekki fara inn í keppnisandan að þetta verður einhvern veginn að koma frá hjartanu en þetta er búið að ganga alveg svakalega vel. Já. Að því að við Íslendingar elskum sögur og hlusta á sögur. Já. Og höfum greinilega frá mörgu að segja. Já, og hvar eru þessi námskeið og við hvaða staðir segir? Við erum sem sagt bara með, þetta eru 6 vikna námskeið og síðan höldum við alltaf svona loka viðburði í Tjarnarbíó. Þar sem við höfum opið húsa sem fólk getur keypt sig inn og horft á þessar sögur eða hlustað og hort, já. Og þá hefur orðið þróun hjá þeim sem að mætti 6 vikum fyrr. Já. Og þetta er alveg ríkilega skemmtilegt að því maður sér svo mikinn mun og bara fólkið bara stækkar og stækkar með hverju skiptinu, meira sjálfstraust og sumir vilja meina þetta sé svona líka eins og fara í ákveðna þerapíu að koma í þetta námskeið, það er mjög mikið talað um það á námskeiðinu að því að þú ert náttúrulega, þetta er mikil opinberun, þú ert alltaf að segja sannar sögur úr þínu lífi. Berskjaldandi. Þetta er berskjaldandi, algjörlega. Og ég hef náttúrulega mjög mikið áhuga því, minni listsköpun líka, að nota sannleikann og já, þannig að þetta er bara búið að vera ótrúlega lærdómsríkt og skemmtilegt að fylgjast með fólkinu einhvern veginn blómstra í þessu námskeiði, Þannig að ef ég myndi skrá mig á svona námskeiði á þér, yrði ég að draga upp raunverulega þætti úr eigin lífi og tala um það? Já, það er sem sagt aðalreglan. Þetta verður að vera sönn saga úr þínu lífi í fyrstu persónu. Og þarf hún að vera viðkvæm eða getur að vera hvað sem Við erum með alls konar þemu í námskeiðinu en við viljum aldrei að fólk stíja á svið með eitthvað tráma sem að þau eftir að leysa úr. Nei. Það er bara stór regla hjá okkur að bara fólk verður að vera búin að vinna sig í gegnum að ef við vil deila einhverju erfiðri sögu úr lífinu. En þetta eru vissilega svona tilfinningaþrungnar oft sögur, en fólk getur mjög mismundi. Sumir eru að vinna mikið með húmor, gera grína sjálfum sér og segja frá einhverjum óhöppum í lífinu eða eitthvað svoleiðis, en svo eru margir sem fara alveg bara beint inn í hjartað og maður heyrir alveg fólk svona sniffa út í sal og svona sem hlustar. Fólk sem hefur kannski bara beðið eftir tækifærinu. Já, og svo kannski þróast þetta meira, með fólk sem hefur mætt þeim langar kannski jafnvel að þróa sögunni sinna ennþá lengra fyrir stærra svið eða það er ýmislegt búið að eiga sér stað einhvern veginn. Færðu fólk úr ólíkum atvinnugreinum sem kannski að leita að einhverju ólíku? Þetta er það sem er búið að vera mest, minnst þetta búið að vera svo áhugavert. Að því ég bjóst einhvern veginn við því að svona allavega fyrstum sinn þegar maður að kynna eitthvað svona nýtt konsept að myndi koma
þú veist, aðalega fólk sem kannski vant að vera á sviði, sem myndi þóra að fara inn í eitthvað svona nýtt. En við erum búin að vera að fá fólk úr öllum geirum á öllum aldri og eiginlega bara minnst listafólk eða fólk sem vantast í á svið. Það er bara miklu, bara mjög fáir. Hvað með kynjaskiptinguna? Það er svona oftast auðvitað konur duglegir að sækja námskeið eins og alltaf. Nú við haldið mjög mörg námskeið en það er oftast konur sem sækja þau en það er búið ótrúlega skemmtilegt að nú eru karlmenninni farnir að láta sjá sig. Þannig að eins og núna, það er viðburður í kvöld í Tjarnarbíó og við tökum bara 8 manns á hvert námskeið og það eru 3 karlmenn, þannig að þetta er svona, þetta er að breytast. Hjálmar í Grit, er hann ekki einn þeirra í kvöld? Jú, hann kemur fram í kvöld, Það var nefnilega tilvílun að ég sá á Facebook síðunni hans eitthvað þetta. Já, einmitt. Þá ákvaði ég að hafa samband við þig. Já, hann er með frábæra sögu í kvöld, Er það ekki? Jú, það er ekki það. Og sem sagt, ef ég væri endurskoðandi, þá er kannski ekki ólíklegt ég sé að leita eftir kannski bara auknu sjálfstrausti í minni vinnu við að tala við aðra endurskoðendur. Bara algjörlega, þetta er þú veist fyrir fólk sem kannski vill líka bara þjálfa sig í einmitt að halda fyrirlestra eða þú veist koma fram, þetta er svona mikil þjálfun í framkomu, að fá hlustun og og bara auka sjálfstraustið og það eru mjög margir sem eru komnir á er orðin 67 ára, það eru nokkrir búin að koma til okkar sem eru komnir á ellilífeyri og mér finnst það svo geggjað og aðdánavert, þetta er náttúrulega fólk sem hefur frá mjög miklu að segja og að henda sér svona út í djúpilauna, kannski fólk sem hefur aldrei áður stíð á svið og er bara að blómstra þarna Það fólk er þá ekki endilega á þessu námskeið til að auka virði sitt sem fyrirlesara eða... Nei, bara svona einhvern veginn, mér finnst eins og þessi að tala bara að halda áfram, að stækka sig og þóra og bæta ykkur við sig og hafa gaman og þetta er náttúrulega ótrúlega skemmtilegt mikið hlegið og það myndast eitthvað svona svo falleg stemning innan svona hóp. Þetta verður svona svolítið náin stemning af því að þannig eru allir mættir til þess að segja sannar sögur og það er ekki síst skemmtilegt að sitja og hlusta og það er eiginlega ótrúlega lærdómsríkt líka, svona stór partur af þessu námskeið er að hlusta á hina að segja frá og byrja að geta svona að lesið í sögurnar og séð hvað mætti fara betur til að styrkja söguna og framsögnina og svo les. Eitt af því sem að vakti athygli mína og leiti til þess að ég baði að koma hingað og ræða þetta er að ég vann árabil starf svona sem opinber starfsmaður þar sem ég sótti gríðarlegan fjölda ráðstefnum og oft út allan heim og löngum fundum og ég tók snemma eftir því að það voru kannski 10 eða 12 erindi á einhverju ráðstefnu utan landsteinana og eitt náði í gegn bara 9 fjallu einhvern veginn á milli skips og bryggju. Þetta voru þurrar upptalningar á staðreyndum. Akkurat. Fyrirlesarinn var þurr. Hún kannski óöruggur líka sem að bætti ekki úr skák. Akkurat. Og svo einmitt er kannski bara einhver einmanneskja sem að neglir salinn oftar en ekki með því að segja sög. Akkurat. Það er nefnilega þannig sem hún nær til fólks og líka þú nærð einhvern veginn að opna þess örlítið tilfinningarlega þá ertu strax komin inn hjá fólki. Ef þú opnar fyrir eitthvað frá sjálfum þér. Þá verður tenging. Já, þá kemur tengingin, eitthvað svona samanleg tenging og þá ertu búin að ná fólkinu á þitt band. Þannig að þegar ég berskjalda mig fyrir þér, þá og þú ert út í sal, þá eru aukna líkur á að þú berskjaldir þig líka. Akkurat. Gagnvart mér. Er það ekki einhvern veginn þannig? Jú, og svo líka bara svona þurra staðreyndir, það er bara til að svæfa fólk, Það er bara rosalega erfitt að hlusta á það lengi, Já. Og ef maður skapar tilfinningu, það var kennt í mínu fræðum á sínum tíma þegar ég var upplýsingafulltrúi Umhverfisstofnunar og ég var alltaf að reyna að fá fólk til þess að breyta hegðun sinni vegna loftslagsvandans og alls konar mála. Fræðin segja, ef þú nærð að búa til tilfinningu utan skilabóðin sem þú átt að senda, þá stór eykur það líkurnar á árangri, á breyttri hegðun. Já, algjörlega. Og það meikar sens. Það meikar sens. Það meikar sens. Það meikar mikið sens. Bara algjörlega.
Þetta er bara eins og leikhúsið. Já, en svo er það ekki bara sagan sem þú segir, það er hvernig þú segir hann. Einmitt. Og hvað allaveg... Og tempóið í sögunni og þú veist, það skiptir rosalega miklu máli að vera með tempóbreytingar. Já. Og það er oft rosalega gott að þú veist, opna með smá húmor, fá fólk aðeins til þess að hlæja því þá ertu að opna hjartað og svo getur þú stungið einhverjum erfiðum tilfinningum að eða þú veist, og þá ennþá meira færðu sterkari tengingum áhörendur. Akkurat. Þannig að það er sko, já, það er svo margt sem það er að huga að sko. Já. Hvað viltu segja með þessari sögu, hver er niðurstaða sögunar og náttúrulega upp að við skiptir mjög miklu máli hvernig þú ferð á stað, hvernig þú opnar, hvernig þú nærð áhorfendunum. Af því að við erum svo dómhörð og við erum í tímaþröng og þetta er erfiður og langur dagur. Akkurat. Og ef maður samþykir ekki viðkomandi strax. Bara við fyrstu sekundurnar. Já, akkurat. Þá er ekki víst að við gefum hún séns. Nei, það er bara þannig. Já. Þannig að upp að við skiptir rosalega miklu máli. Já. Þetta hefur til dæmis verið gerðar margar rannsóknir á viðmælendum í fréttaefni. Já. Sjónvarsfréttum til dæmis. Og við erum sko bara, þetta er bara svona splitt sekundur. Ég veist að náum við alltaf heilli sekundur. Einmitt. Þegar við sjáum andlitið að, það er einhverju leyti hvað hann segir og hvað hann ætlar að segja. En bara sko að samþykja andlitið, raddblægin er sjálfstraust þarna, er ekki sjálfstraust. Ef það er ekki sjálfstraust þá kannski er þetta erfið barátta hjá viðmælandanum og þetta gerist allt svo rosalega hratt. Já, alveg svakalega hratt. Þetta er náttúrulega mjög skeri í raun. Það er mjög skeri og verður svona alltaf verra og verra. Já, af því að það er svo mikið hraði og mikið tempó. Já, algjörlega. En þetta er einmitt bara þessi skrollmenning, þú veist, þetta er bara hálfsekund og fólk er bara nei, þetta er alveg... En hvernig ferðu að því að auka sjálfstraustið hjá þeim sem að kemur og hann langar að segja sögu, hann hefur sögu að segja, hann er með rétta persónuleikan en hann er svona fyrir eitthvað óstyrkur og þannig? Sko, þetta er náttúrulega margslungi, það er svona, mann kannski notar ýmsar aðferðir, en mér finnst bara rosalega gott í kennslu til dæmis, að sýna öllum hlýju og finna að þeir finni strax traust frá mér. Að það er náttúrulega bara mikilvægasti þátturinn að þau treysti mér og treysti okkur Steinari til dæmis. Og þannig að við búum alltaf til ofsalega gott umhverfi og förum alltaf í leiki í upphafi bara aðeins til þess að þau fatta að þau séu bara, þetta sé örugt rými og hér sé þetta treysta öllum. Þú veist, það er bara númer 1, 2 og 3. Og síðan er það bara, þegar maður, þú veist, heyrir fólk segja söguna, þá byrjar maður svona hægt og rólega að leiðbeina þeim. Og það verður alltaf að vera uppbyggileg, gagnrýni, sko. Svo að þið fari ekki bara í lás. Og hjálpar hver öðrum? Er feedback frá... Já, og það er ótrúlega skemmtilegt. Þannig að við opnum alltaf svona umræður eftir hverju sögu líka og þá geta allir sagt eitthvað. Og já, þetta er svo miklu skemmtilega en mig grunaði, sko. Trúið ég alveg, sko. Já. Þarf að vera punch í sögum? Nei, alls ekki, sko. Það fer bara eftir, sko, sögunni. Sögur eru svo ólíkar. En ef þetta er, þú veist, saga sem er full af húmor, þá er ótrúlega gaman að hafa punch í sögunum. En ef þetta er kannski svona dramatískari saga, þá er það allt öðru sér frásögn, sko. Já. Þannig en það þarf vissulega að vera í mitt þessar tempóbreytingar, mjög mikilvægar og pásurnar skipta rosalega miklu máli. Í frásögn. Af því þar færði meiri hlustun. Ef þú tala bara non-stop, alveg bara þá bara svæfir fólk. Þannig að það er rosa mikilvægt. Góð þögn á réttum stað er gulls ígildi. Já, nákvæmlega. Og hún getur haft svo svakaleg áhrif. Af því þá fær áhorfandinn tækifæri til þess að melta og hugsa það sem þú varst að segja. Einmitt. Þannig að, já. Sko... Hvað er það við frásagnarformið sem að kannski gæti átt sérlega vel við þjóðins og Íslendinga? Er það bara hefðin okkar líka? Já, náttúrulega, held að sé samt ekki, sko, út allt, ekki bara hjá okkur Íslendingum, en við náttúrulega erum ofsalega, okkur finnst rosalega gaman að segja sögur og minni svo, þau hugsa bara heitupotta stemninguna þar sem gömlu kallarnir hittast og ræða saman og segja sögur út í eitt. Þú veist, þetta er náttúrulega bara þekkt. Það er þessi sundlega menning, sko. Já. Og fólki, okkur þykir náttúrulega ofsalega gaman að færa leikhús líka. Og það er náttúrulega bara, við erum að hlusta frásagnir þar. Já.
og einu sinni vorum við mjög duglega að lesa Einmitt. og hlutfall skrifandi mjög hátt. Með höfðatölu, já, algjörlega. Já. Þannig að það er vissulega mikill áhugi fyrir þessu, sko, hér á þessu landi. Og svona menning og bakgrunnur og sagan hjálpar til. Við höfum áhuga ekki bara á að segja sögur, við höfum, af því að það tala heitapottin, við höfum líka áhuga á að hlusta á sögur. Já, og það eru náttúrulega podcast menningi núna auðvitað, að fólk elskar hlusta á podcast og ég meina þetta er náttúrulega svolítið svipað því að þú mætir þarna á viðburð og þetta er nánast eins og sért svolítið að hlusta á podcast nema bara live. Já. Það er ótrúlega skemmtilegt. En þú og Steinar, þið starfsmenn þessa námskeiðis, er eins og hverjunur tilviljun að þið tvö stýrið þessu eða hafið þið sjálf, ef þú ræðir á persónulegu nótuðinu, hefur þú farið í gegnum eitthvað svona þroskaferli áður eða var það bara eitthvað sem var innbyggt í menntun þína að... Ertu að meina tengt sér satt frásögnum? Já. Ég er sér satt, alltaf ég er búin að vera að læra í gegnum bara mitt nám sem, þú veist, ég fór í master í leiklist til dæmis og þar var það sem ég hef mestan áhuga á þar í rauninni var storytelling námskeið. Ég fór erlendis að læra. Og hvar lærðir þau að spyrja? Já, Institute of Arts Barcelona. Já. Og alveg... Það var spænsku? Nei, þetta er á ensku. Já, ég hef vildi að það haft tíma til að læra spænskuna en ég var bara í skólanum allan sólarhringinn og allt á ensku. En ótrúlega flott nám og þar var einmitt storytelling kurs sem var yfir allt árið og það var bara skemmtilegasti kursinu mér. Já. Af því að þar lærðum við þetta rosalega vel, fórum alveg vel onni í þetta og vorum alltaf að setja upp sýningar tengt þessu sko og alltaf að skrifa leikstir og setja á svið. Og ég hef bara alltaf haft rosalega gaman að því að skrifa og segja frá. Já. Þannig að ég held að þetta bara tengist alveg beint við hjartastöðuna mína sko. Já. Og þú veist, verkin sem ég hef sjálf sett á svið eru oftast út frá sannsögulegum atbyrnum annarkvort í mínu lífi eða upplýsingu sem við sækjum til annara. Já. Þannig að þetta er svona eitthvað sem ég hef virkilega mikinn áhuga á og svona heimildarleikhús og svo les. Þannig að já, þetta er svona það er ekkert kannski alveg tilviljun að Steinar hefur samband við mig af því hann náttúrulega sá sýningu eftir mig og hugsaði bara, þetta væri frábært kombo. Já. Þannig að, já. Ég vildi að Steinar væri hérna sjálfur svo hann geti sagt svona, svara þessari spurningu sjálfur. Já, hann komst ekki á þessum tíma sem við spjöllum bara svo maður segi frá því. Já. Það getur verið svolítið snúið fyrir okkur hér, starfsfólkið að finna laus upptökuslott fyrir fleiri en einn í einu. Einmitt. Þannig að sko við erum kannski bara með einhverja eina stund lausa og þá þannig að það er bara svo það er sagt þá það hefur verið, ég sammála það en það er mjög fínt að hafa þig bara eina líka þú er bara mjög gaman að spjalla við þetta en ef við tökum kannski aðeins líka að leikum okkur aðeins með svona faux pas eða hvernig maður klúðrar sögu sem að er annars með efni við og gæti verið frábær getur við upplýst svona einhver mistök sem að fólk gerir. Það er, býtu nú við, hvar er maður að byrja í þessu? Það sem að fólki kannski stressaðast við er að frjósa á sviðinu og bara vera blanko og ekki vita neitt hvað á að segja. En það sem ég segi alltaf við fólk þá er bara, sko, það góða við þetta er sannsöguleg saga úr lífi einstaklinga. Og þau kunna þessa sögu náttúrulega langt best af því þetta er saga sem þau gengu í gegnum. Þannig þau munu alltaf geta að redda sér. Þó þau frjósi, þá getur alltaf krafsa sig einhvern veginn upp úr því af því að þú veist, þetta er þeirra saga. Já, einmitt. Og í rauninni, sko, já, ég veit það ekki, það hefur ekki gerst hingað til, sko, þannig ég er svona að hugsa hvað gæti einhvern veginn. En sko, þetta er spurningu hlutföll, maður má ekki deila of miklu, maður má ekki vera of persónulegur, maður má ekki fara, ég má til dæmis ekki segja sögu af konunni minni sem að geti skaðað konunni mína. Akkurat, það er náttúrulega eitthvað sem við tökum alltaf vel fram, þetta verður að vera að saga þig út frá þínu sjónarhorni og við erum aldrei að segja sögu einhvers annars. Nei. Það er mjög mikilvægt, sko. Já. Þannig að það geta alveg verið sprengjusvæði þegar þú ert að ræða persónulega. Algjörlega, sko. Ég er náttúrulega sett upp svakalega berskjaldandi sýningu síðast ári sem ég skítrætt. Já. Og þar var ég að tala allt sem ég hræðist í lífinu og það er rosalega margt, sko, sem ég hef gengið í gegnum og þurfti einhvern veginn að komast yfir alls konar svona hræðslufóbíur, sko. Já. Og það er náttúrulega, sko,
er maður náttúrulega að segja frá ýmsu úr sínu lífu og þá þurftum maður virkilega að hugsa þetta sko. Get ég deilt þessu? Þó þessi heilagur sannleikur. En er ég að fara einmitt stíga inn á eitthvað sprengjusvæði sko, varandi að særa eitthvað í kringum mig eða þú veist, þetta er alveg flókið, maður þarf alveg virkilega að kafa honi í þetta og hugsa. Já. Hvað ertu komin langt í að losna við óttan? Heyrðu, ég er komin ansi langt sko, en það er Já. ennþá nokkrir óttar sem eru þarna sko og það er til dæmis vindóttin og sem er ótrúlega óhentugt að því við búum á Íslandi. Já, vindótt. Ég er með svona svaðalega fóbíu við mikinn vind. Já. Og ég held sko í alvörunni alltaf, ef að vindurinn blæs framan í mig, þá held ég alltaf að ég muni kapna. Já. Og heilin bara heldur það í alvörunni, sko. Ég þarf verið að fara í einhverja svona, einhverja þerapíu út af þessu, sko. Að þetta er bara eitthvað sem ég bara frá Barsæ, sko. Að því ég var aln upp á Grandanum, það var alltaf hryllilegt veður, sko. Og maður fór út og bara lenti alltaf í þessu, sko. Og ég einhvern veginn bara, þetta hefur eitthvað triggerast í mér, sko. Ég veit ekki. Þannig að ég bara sný alltaf baki í vind og þetta hefur svona áhrif að ég vil ekki fara í fjallgöngur eða eitthvað neitt svoleið sko, því ég er svo hrædd að allt innu koma óveður og ég sé föst í vindinum og ég muni bara þurfa að liggja þarna og deyja, skilur. Og ég er ekki að grínast því að segja þetta. Ég sé það svona. Og þetta er ekki eitthvað eitt tilvik, ekki eitthvað eitt tráma? Nei, þetta er bara örugglega að því ég var alin upp á Grandanum, sko. Já. Já, þetta er sérstakt. Þetta er sérstakt en varast ætti að gera grína þessu sko, því að fóbía er ekki þýðingin á því einhvers konar órökrætt nótti eða eitthvað þannig. Jú, algjörlega sko. Og ég held að við sjömannsmörg sem að Við erum með alls konar, Við erum náttúrulega. með alls konar. Algjörlega sko. Já. En þetta er allt svona óttarnir mínir oft svona tengdir einhverjum svona furðulegum hlutum en ekki því að þú veist koma fram Nei. á sviði eða flytja til útlanda eða gera eitthvað svona stórt, það finnst mér ekkert mál. Nei, Þú veist. Þannig að þú leikur þeirra hlutum sem okkur hinu finnst rosalega erfiður og flóknir og við sem ég get aldrei gert þetta. Já, þetta er mjög sérstakt. Ég skil ekki alveg hérna. Nei. Þú veist, ég er aldrei sætt við að prófa eitthvað nýtt og þannig að þetta er svona fyndið, sko. Já. Þú nefndir áðan að það hefði komið þér óvart að listamenn eru kannski ekkert mjög stór hópur og það eru eldri borgarar og hérna, fólk í öllum stéttum. Er einhver svona hópur af konum, fyrst þetta eru meira konur en kallar? Ég vil samt hvetja kallmenn til að koma. Já, þetta er svo ótrúlega skemmtilegt. Já, ég vil hvetja Ég vil eiginlega að þú komir. Það væri gaman. Já. Það væri gaman, það er bara tíminn er auðlegð sem að maður þarf að vera mjög svona, já. Ég veit það, maður þarf að velja og hafna, sko. En við erum samt mjög oft í einhverju gerfianríki, sko, þannig að þetta er spurningum forgámsröðan. Ég veit það. Það er aldrei að vita nema ég komi. Nei, það væri gaman. En hérna, meðan ég er nú bara í vinnunni núna að tala við þig, þá er ég forvitin, sko, hérna, að vita hvort það eru einhverjir svona hópar aftur að starfstéttum. Er eitthvað svona kennarar eða bara hverjir Þetta minni hvað er svona eitthvað algengar en annar. Já. Nei, þetta er nefnilega það er búið að koma svo óvart. Þetta er búið að vera öllum starfstéttum. Fólk að koma úr bara öllum geirum einhvern veginn. Þetta er búið að vera alveg... Opinberi starfsmenn umfram hina? Og já. Fá sérlega námskeiði borgað? Ha? Fá þeir ekki námskeiði borgað? Jú, þarf það sækjum náttúrulega styrki og svoleið, sko. Já. En hérna... Já, þetta er bara öllum áttum, það er engin eitthvað svona ein stétt sem er eitthvað algengar en önnur, sko. Nei. Það er það sem er svo, kemur óvart, sko. Já. En er ekki snúið að vera með það er náttúrulega ekkert eitt sniðmátt, þeir eru bara með mjög ólíkar aðferðir gagnvart einstaklingnum, en í ljósi þess að persónuleikarnir eru mjög ólíkir og bakgrunnur þeirra sem sækja námskeiði hlýtur að vera ólíkur, er þetta þá ekki ansi snúið stundum, krefjandi vinna? Þetta er krefjandi vinna, en hún er líka bara svo gefandi að mér finnst það einhvern veginn alltaf vinna. Vera með yfirhöndina, sko. En þetta eru auðvitað ótrúlega ólíkir einstaklingar, en mér finnst það ótrúlega skemmtilegt að vinna með fólki og svona er kannski góð að greina fólk svona frá upphafi og sjá hvað maður er með í höndunum, hvað efni við maður er með í höndunum, sko. Og maður þarf auðvitað að sko nálgast fólk á ótrúlega mismunandi hátt. Maður sér bara þessi aðili, hann vil að maður nálgast hann svona. Já. Þannig að maður bara fljótur kannski að lesa yfir og sjá hvað hendar hverjum og einum. Já. Þannig að í rauninni hendar samt námskeiði sjálft og það sem við erum að láta að gera alveg fyrir alla. En það er kannski bara spurning hvernig við nálgumst fólkið, sko. Já, ég skil. Það sé.
En svona, þú veist, að því að lagt upp með að endurgjöfin sé alltaf á jákvæðum og uppbyggilegu nótum, Já. Ekki alltaf samt oft einhver í salnum sem skilur það ekki og drullar bara yfir einhvern eða lendur aldrei inn? Nei, það allavega hingað til hefur þetta bara verið ótrúlega jákvætt og bara hóparnir ótrúlega skemmtilegi saman. Og engin slys. Ekki eins og en ég meina, hver veit hvað gerist í framtíðinni, sko, en það hefur ekkert verið svoleiðis, sko. Og þegar fólk útskrifast á námskeiðinu Já. og kemur fram í Tjarnarbíó eins og þú segir, Já. Það bara selt inn eða? Já, bara til þess að ná að kofera kostnað leikhússins. En já, það er selt inn, bara mjög ódýrt samt. Já, þannig að fólk getur komið og... Bara hver sem getur komið hver sem og fylgst með viðkomandi sem segir sögu Já. Í þeim tilgangi að reyna að ná í gegn, oft með því að skapa tilfinningu Já. Eða alltaf. Já, við reynum það alltaf, sko. Við reynum það alltaf. Já, og svo sko að því nú erum við búin að vera með mörg byrjundanámskeið í gangi og svo nú ætlum við að hafa sko framhaldsnámskeið og það mun fara á stóra sveiðið. Þannig að það verður svona stærra stökk. Þannig að það verður mjög skemmtilegt. Já. Þetta spennandi. Og hefur þú rekið þig á ættingja einhver sem stendur upp á sviðinu og bara, nú komstu mér óvart. Algjörlega, sko, og svo náttúrulega sumir koma með heilu ættirnar sínar á viðbörðin, sko, þannig að það er mikil stuðningur út í saloft og svona, en algjörlega, og það eru margir sem koma sem eru bara, ég er ekki eins og búin að segja fjölskyldunum mín að ég sé á þessu námskeið, sko, ég veit ekki hvernig muni bregðast við, þú veist, þannig að það er alveg mjög skemmtilegt, sko. Já, þannig að þetta getur verið námskeið sem breytir lífi fólks og hefur einhver áhrif á lífi aðstandenda þar með í kring. Já, vonandi, sko. Þótt við séum svona fyrst og fremst eða erum við fyrst og fremst að nálgast þetta sem atvinnulegt eitthvað, eða erum við bara erum við að horfa út frá öllum sjónarhólum? Já, algjörlega, sko. Þetta við erum svona að vekja upp tilfinningar og vonandi, sko, ef maður segir þetta, inspirera, ég held nú ekki nota það orð kannski, inspirera, ég finn ekki íslenska orðið, Já, hafa áhrif á hafa áhrif, eitthvað, já, bara vonandi hafa áhrif á þá sem sitja út í sal. Já. Og það var rosa skemmtilegt eins og síðasta viðburði, að þá auglýstu við næsta námskeið og það var bara eins og svona uppboð. Það var bara, það eru 3 pláss laus á næsta námskeið, þá var bara rétt ég ætla að skrá mig, svo bara, það eru 2 pláss eftir, nei, ég ætla að skrá mig, og svo var þetta bara svona, og svo bara var uppselt á nokkrum sekundum, það var mjög fyndið. Sliðið í gegn. Það var skemmtilegt. Segjum sem svo að ég væri að nálga 67 ára aldursbilið og ég væri búin að vera næturvörður á Hótel Borg bara allt mitt líf. Já. Og þar hitti ég bara svona einn og einn ferðamann á nóttinni, en annars ég bara í einhverju svona stöffi og ég sé fram á það kannski eftir 15 ár eða 10 þá fá ég inn á einhverju hjúkrunarheimili. Já. Og mig langar að vera sko kallinn sem segir bestu sögurnar í kaffistofunni. Þá er þetta námskeið fyrir þig. Mjög gott. Þetta gæti tekað inn. Já. Af því að við lítum svolítið upp til sagnafólksins, þeirra sem segja góða sögur. Það er náttúrulega þannig og í góðum partíum og fólk sem kann að segja sögur, það er náttúrulega bara stendur fólk, alltaf ringur í kringum það fólk, sko. Við skiptum okkur alltaf bara niður í nokkrar svona álmur og deildir. Og svo náttúrulega sumir sem segja bara, ég get ekkert sagt sögur. Sumir halda þeir geti það ekki, en auðvitað erum við öll með sögur að segja. Já. En það er svo margir sem að svona halda þeir séu ekki sögumenn. Já. En ég vil segja það sé vitleysa. Og það sé alltaf að læra þetta. Jú, algjörlega, sko. Og sér hvert okkar hefur merka lífsögu að segja. Já, algjörlega. Já, það er bara þannig. Já. Þóttu séu misfrek til fjörsins svona á athyglinna. Einmitt, nákvæmlega. Það búið að vera frábært spjalla við þig, Unnur Elísabet Gunnarsdóttir, fjöllistakona. Kæra þakki fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Gangi ykkur vel með þetta. Takk hérlega. Framtíðinni. Og kæra þakki til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við segjum þetta gott en verðum aftur við rauðaborðið klukkan 8 annað kvöld.
Ég vil þakka öllum gestum, viðmælendum kvöldsins í kvöld, samstarfsfólki og ykkur sem deilið efni samstöðarinnar og mestar þakkir fáið þið sem eruð styrktaraðilar eða áskrifendur samstöðarinnar. Hægt að kippa því í liðin með því að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og finna hnapp þar sem ástendur áskrift með því að skrolla niður. Ef þú hefur oft velt í fyrir þér að þig langi til þess að styrkja okkar dagskrárgerð og viðhald henni en hefur ekki komið í verk þá geti verið ágætis tækifæri núna. Ég heiti Björn Þorláksson, takk fyrir samveruna, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.